Vegna þess að við höfum fjöldamörg fordæmi úr vestrænum lýðræðisríkjum þar sem forsætisráðherrar hafa einmitt yfirgefið embætti sín og boðið sig fram til forseta. Það er ekkert í okkar stjórnskipan sem kemur í veg fyrir þetta og mér hefur nánast fundist þessi umræða orðin andlýðræðisleg. Því ég, eins og ég hef skýrlega sagt, hef auðvitað verið á vettvangi stjórnmála og ég tel ekki að það geri mig að neitt verri mannesku þó að ég hefi vissulega þurft að takast á við mjög flókin og erfið mál, vafalaust ýmsir sem eru ekki alltaf sammála öllu sem ég hef gert, en ég tel líka reynslan sem ég hef úr stjórnmálum, þar sem ég hef með þurft að takast á við náttúruhamfarir, heimsfaraldur, eftirköst hruns og mörg fleiri risamál, gerir það að verkum að ég tel mig hafa öðlast bæði reynslu og þekkingu til að geta numið hjartslátt þjóðarinnar, haft skilning á gangvirki stjórnmála og samfélags og það er reynsla og þekking sem ég held að eigi erindi inn í forsetaembættið. Þannig að ég skil alveg að ég sé gagnrýnd fyrir þetta, algjörlega og geri enga athugasemd við það, en ég lít hins vegar svo á að kostirnir við það hafa verið í stjórnmálum séu hins vegar bara ótvírætt mjög miklir þegar maður gefur kost á sér í þetta embætti. Það er auðvitað einhver með svona langan bakgrunn í stjórnmálum, er auðvitað óhjákvæmilega umdeilt manneskja. Getur þú orðið sameiningatákn svona stundum talað í varðandi forseta Íslands? Já, ég reyndar tala forsetann sem sameinandi afl en ekki sameiningatákn. Og ég vil bara minna á það að ég hef lagt mjög skýra sýn á borðið í þessum kosningum. Ég held í fyrsta lagi sé gríðarlega mikilvægt að við hugum að rótum okkar og hér hefur fólk verið að ræða íslenska tungu í samhengi við innflytjendur. Ég held að það sé miklu stærri umræða. Ég held að við stöndum frammi fyrir áður óþekktum áskorunum hvað varðar okkar tungumál, hvernig við erum í raun og veru að sjá það minn og minna nýtt á ólíkum sviðum samfélagsins, hvernig við erum að sjá okkur öll að því að við erum umkringt ensku málumhverfi nýta enskuna miklu meira. Þannig að mér finnst þetta snúast gríðarlega breytingu sem ég held að við þurfum að svara sem þjóð hvort við ætlum að láta verða og hvort við erum reiðubúin að gera eitthvað í. Og að sama skapi tel ég að sú þekking sem ég öðlaðist á sínum tíma í gegnum stjórnmálin að fylgjast með þróun alþjóðamála. Við erum á viðsjárverðum tímum. Það eru fleiri stríðsátök nú en hafa verið frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Við stöndum frammi fyrir umhverfisvá. Og við erum víða að sjá grafið undan lýðræði og mannréttindum og þar held ég aftur að mín reynsla og þekking komið til góða. Takk.